Já, þetta byrjaði bara mjög skringilega. Þetta byrjaði bara leið þegar ég kom heim 28. febrúar. Þá bara lokaði ég mig inni bara. Ég bara ákvað að gera bara, þú veist, bara, já, ég bara ákvað að gera það bara. Og vildi ekki vera í kringum annað fólk og passaði mig mjög mikið. Ég fór kannski í búð eða eitthvað svona, þú veist, en annars ekki neitt. Og svo allt hérna finn ég fyrir einhvern veginn svona einkennum og ég fæ einhvern veginn svo mikið þyngsli í lunganum og ég bara, fuck, ég að fá lungnabólgu aftur. Út af því að þessi lungnasjúkdómur, hann svona, þú veist, heilbrigður lungu, það svampur með engu vatni, sko. En þessi 15% sem hjá mér, það bara vatn, sko, í því, sko. Þannig að, ég veit ekki alveg hvort þessi drep eða eitthvað, ég veit það ekki. Hann sagði bara það að ég, bara reykurinn í sígarettunum, að ég þola hann ekki og það eru 3, ég er 1 af 3 eitthvað sem með þennan sjúkdóm. Þetta er eitthvað svona, já, svona, svolítið svona, já, hann er bara skrítinn sjúkdómur. En maður lærir á því, maður verður náttúrulega að hugsa hvað er næsta skref. Auðvitað hætta að reykja. En ég tek þessar áskorun og ætla að hætta að reykja. Og ætli maður verður ekki með blogg bara það. Oh my god, crazy Ari að hætta að reykja. Af hverju þurfti ég að fara til lungnalæknis? Ég gat sleppt þessu bara. En þetta er það sem hann sagði. Og ég get náttúrulega ekkert annað gert nema að hlusta á hann. Hann talaði að, þú veist, ég er 100 ára gamall, það er svona 60 ára. Ég myndi ekki að hætta að reykja. Ég náttúrulega alltaf 35. Þannig að ég er ekkert að færa mig yfir í 60. Ég verð alltaf 35. Það er bara málið. Svona er lífið. Og njótið að vera heima þegar koronan er svona skæð og já, munum bara að vera þakklátt að eiga gott heilbrigðisfólk og bara heppin að búa á Íslandi. Þetta er svona, já.